Þá ætla ég að sýna ykkur hvernig við spilum krummisvað í klettagjá. Og við erum í E-moll. Ég notaði yfirleitt fyrsta og annan putta og við erum á öðru bandi. 1, 2, annað band, fyrsti og annar putti. Sumir spila þetta svona, sumir vilja vera svona. Sumir geta líka spila bara á fyrstu 4 strengina. Bara með 1 putta hér, ekki satt. Þennan putta eða þennan fyrir allt eftir því hvað er þægilegt. Ég ætla að gera þetta svona, yfir alla strengina. Fyrsti og annar putti á öðru bandi á 4. og 5. streng. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Og það er E-moll, ok, við kunnum þetta. Og það er E-moll allan tíman í þessar útgáfu. Og svo getum við spilað á fyrsta streng, annarkvort með því að nota þumalinn. Svo förum við á streng nr. 2 á 3. band. Og svo aftur á fyrsta streng. Við getum notað alltaf 1 putta. Sérstaklega þegar við erum að æfa okkur í þessu. Ekki satt. Mér finnst rosalega þægilegt að vera með þumalinn hérna ofan á og plokka svona upp. Þá get ég líka aðeins dempað hljóðið í strengjunum. Og þá get ég spilað svona. Og nota 3. putta hér, mér finnst það þægilegra. Ekki satt. Auðvelt. Og svo ef það er einhver annar gítarleikari með, þá getið þið skipst á að spila E-moll hljóminn á meðan að hinn spilar melódíuna. Og svo þegar melódían er búinn, 1 hringur, þá skiptið þið. Sá sem spilaði melódíuna fer yfir í hljóminn. Auðvelt og þægilegt og hljómurinn E-moll ásamt texta, 2 erindi. Lagið er auðvitað miklu lengra. 2 erindi og melódían eru í tenglinum hérna fyrir neðan. Smellið á það, smellið á like og subscribe og allt saman. Deilið þessu með öllum sem að mögulega hafa gaman að þessu. Gangi ykkur vel að spila. Þetta er bara spurning um að hafa gaman og æfa sig. Gangi þér vel.